erum komin í seinni leik Vestra og Sindra og við erum hérna tveir sem lýsum leiknum. Það Baldur Ingi Jónasson og Níl Síran Þórisson og ég ætla að byrja að fara yfir í liðin. Byrjum á gestunum, Sindra. Það númer 1 Helgi Guðjónsson, númer 2 Tómas Orri Hjálmarsson, númer 3 Árni Birgir Þorvarðarsson, númer 4 Barrington Stevens, 3. Númer 6 Kenneth Flú Ellen, númer 8 Hallmar Hallsson, númer 9 Ivan Kekiks, númer 15 Bartosz Skripkowski, númer 23 Brynjar Máni Jónsson og þjálfari Mike Smith. Hann til aðstofar Skúli Ingibergur Þórarinsson. Hjá Vestra það númer 2 Ingimar Aron Baldursson, númer 4 Hilmir Hallgrímsson, 5 Helgi Snær Bergsteinsson, 6 Gunnlaugur Gunnlaugsson, 7 Egill Fjölnisson, 8 Haukur Hreinsson, 9 Nebosa Knisevits, 11 Rúnar Ingi Guðmundsson, 12 Hugi Hallgrímsson, 13 Guðmundur Auðun Gunnarsson, 14 Andri Hughes og 15 Nemanja Knisevits. Og þjálfari Vestra Ingi Páll Gunnlaugsson og hann til aðstofar Nebosa. Já, nú er spurningin hvort að Mike dragi eitthvað úr pókaharninu á móti svæðisvöldinni. Við grunar að Vestri haldi áfram með svæðisvöldina. Þó svo að kannski prófið maður að mann eitthvað. Nebba með þrist. Nei. Maður og mann, þeir eru í Triangle and 2 sýnir Vestri verið í Triangle and 2. Já, það voru að taka báða Bandaríkjamenn á leik þarna. Já, fín sending. Þeim verið á bara skynseminni í þetta. Já, Andri ætlar að fara sterkur á köruna bara strax. Við erum að gera ráð að skora köruna. Já, þeir eru frekar veikir undir körfunni verður að viðurkennast hérna Sindramenn. Þessu staðan núna. Og það nokkuð ljóst að þeir munu að Vestri munu reyna að notfæra sig það. Já, bæðinni Banni og Andri bara verið að keyra á köruna. Já, sér það, þetta er eitthvað mislaðar hendur þarna. Já. Huggulegur snúningur. Það var spurning hvort að hann hefði gett að leyfa honum að reyna að klára þetta. Þetta var ansi mikill ferð. Já, það hefði verið áhugaverð skottilraun þetta eftir þetta. Já, hann klikkar á fyrra vítinu, hann Hallmar. Og þeir ná frákastinu. Hallmar vel stíð út þarna. Já. Okkur gengur erfilega að fá fyrstu körfuna. Já. Harrington sem með boltan, hann var nú duglegur að keyra á körfuna í gær og hann leiðist ekkert að vera með boltan svo sem. Það skapaði stundum hætta þegar hann keyrði á körfuna og þess að hann er mjög snöggur leikmaður. Þetta. En þeir halda áfram í þriggjastaðarskotunum sem voru nú ekkert að ganga rétt. Frábær sending. Klárað. Frábær sending hérna hjá Nebosa. Það var alveg bara þræddi nálarauga þannig að mér. Eins og verður að segja þeir halda áfram að skjóta þristónum Sindramenn. Nýtingin hjá þeim í gær var nú ekkert til þess að hrópa húrra fyrir en þjálfarinn sagði að þeir væri nú betri skittur en þetta. Og ég hef alveg trú á því, þeir væri nú kannski ekki að skjóta svona mikið nema þeir hefðu trú á því að þeir hittu aðeins betur. Þetta hlýtur að rata honni fyrir rest. Það hlýtur að vera.
Já, þessi vörn greinilega ruglað á eitthvað aðeins í rýminu. Þau veit ekki alveg hvernig þeir eiga að snúa sér. Já, það er þriggja skotið. Áfram þriggja stiga. Já, og hann stígur út af. Þetta er alveg hárrétt. Hárrétt í dómur. Já, þeir þurfa að sækja á körfuna, Sindramenn. Já. Þessi skot ekki að detta niður hjá þeim. Nei, því miður fyrir þá. Þeir ættu kannski líka að reyna að fókusera á að koma stórum mönnunum í villuvandræði eða hefði einhver tök á því. Já, fín mörg þarna hjá Ingimar. Já, góð vörn. Setti hendina upp í skotið. Þetta, já. Það hefur nú verið hægt að dæma uppkast þarna. Já. Skrifa niðurstaðan. Nú, það er smá. Já, þetta er virkilega vel gert. Mjög erfitt skot en hann náði að klára það. Þess að segja, sko, ef þeir láta boltan ganga aðeins og taka skipulega sókn, þá gengur þetta nú þetta er nú mismats. Ágætlega. Nei, þeir eru búin að trippultíma, þeir eru búin að 3 á hann. Þetta var vel gert. Góð vörn. Þeir eru ekki að hitta á þessum skotum. Aftur frekar erfitt skot með mann í sér. Þetta eru akkurat skotir held ég sem að Vestri Villaðir sé að reyna að taka. Já, svona hlaupandi flótir. Já, með mann í sér þetta eru með erfiðari skotunum. Glæsilega gert hérna hjá Andrei, dræfar á baseline og setur leiðuppið. Já, þeir setja boltaskrín fyrir Harry Barrington. Þetta var vel gert. Þetta var vel afgreitt. Hugguleg sending og vel klárað. Nú eru 2. Þetta er virkilega vel gert. Virkilega vel gert. Þannig að náðan stöðu mjög nálægt körfunni, þurfti bara að snúa sér og taka leiðuppið. Alveg spurning hvort hann hefði mátt villuna auki. Já, þetta var svona, manni fannst þeir nú ekki alveg vera þráðbeinir þarna. Nei. Já, þetta var vel gert. Fór sterkt á körfuna þarna. Brynjar fór sterkt á körfuna og kláraði þetta vel. Og aftur hérna klikkaði þarna. Já, og hérna þetta. Aftur hann að ná sér í stöðu svona nálægt körfunni. Þetta er algjör snill. Þetta er svona eitthvað sem að stóri menn með að taka sér til fyrirmyndar. Menn halda áfram í þristunum hérna. Þeir eru að taka fyrsta mögulega skotið. Já, Andri kláraði þetta. Þetta er meiri hluti stigana að koma inn í teg, þannig að það er... Já. Svona háprósentu skot. Þarna var hann óöfinn. Nei, Kenneth náði boltanum þarna. Vel gert hjá honum. Óöfinn getur ekki klárað þetta. Já. Og já. Villakarfa góð. Ég held að hann hafi verið komin hérna inn í hálfhringinn hann. Já, hann var... Og þess vegna... Það er engin grið gefin, segi ég. Það er líka gott hjá Vestra að keyra upp hraðan akkurat núna. Þeir verða að gera það og klára það núna í byrjun. Já. Þreyta það strax. Það er allavega að virka. Þeir eru búin að fá allavega hérna 6 til 8 stig bara úr hraðaplöfum. Já.
Æ. Sko nú, þetta var erfið sending. Aðeins og Þetta svona gefur mönnum aðeins smá svona skýrskilaboð. Þetta er bara, hann er að segja að þetta sé karvan hans. Þú ferð ekki þarna sko. Já, þetta er mjög þröngt. Já, þetta er bara fín boltarhreyfing og bara vel gert. Já. Og auðvitað hitta þeir þessi einhvern tíðan, tala ekki að fá þetta svona opið sko. Já, og Ingimar með þrist og setur það. Svarar vel gert. Það verður að svara þessu strax. Já. Að gera. Þetta er full auðvelt núna hjá Sindramönnum. Vestri verður að þétta aðeins vörnina. Já, með þryggjast og svarar. Þetta er virkilega vel gert. Svolítið hraði í þessu núna undanfarnar mínútur, bara mjög skemmt. Það er bara skemmt, þetta er bara gaman að horfa úr hlutis. Oft. Og Sindramenn búin að spila ágætlega núna síðustu 2 mínútur og góða sóknir og opin skot. Þetta er gaman að þessu. En hjá Sindramönnum er hann hérna Kenneth sem er leikmaður númer 6. Hann er sem sagt 28 ára bandaríkjamaður með þýskan ríkisborgararétt og hefur verið stigahæstur svona undanfarið. Hann og Barrington hafa verið svona atkvæðamestir. Já. Og svo skilst mér að það vanti hérna Gísla Þórarinn Hallsson sem hefur verið svona atkvæðamestur af þeim Íslendingum sem eru í liðinu eða heimamönnum. Þetta er náttúrulega kannski pínlítið stökk náttúrulega að fara úr annar deildinni upp í fyrstu. Það er ótrúlegur, það er talsverður munur. Já. Þarna á styrk, hvað styrkleika varðar. Nú er Hugi kominn inn fyrir bróður sinn Hilvi. Já. Í vestra. Já, þetta var vel klárað. Vel gert, hann fór hann á móti nefnann, alveg óhræddur. Helgi. Hann lauma honum yfir hann, þetta var falleg karfa. Já, og nú er bara að koma boltanum inn í og þeir verða að doppeltíma þetta. Annars landaði bara í þessu, það er bara þannig. Þetta var vel klárað. Já, vel klárað. Hann er svo fimur á fótunum, það er alveg magnað hvað hann auðvelt með þessa snúninga alla. Og þeir halda honum að setja boltaskrín. Þetta var vel gert. Já, hérna er galopið skot. En þeir eru ekki að setja það. Það gerir óhættur. Það er áræðin í þeim, það er mjög gott. Já, það verður ekki að þeim tekið. Alls ekki. Já, sjáðu. Þetta er svo vel gert, hann nær sér í stöðu þarna bara alveg við körfuna. Já, hann heldur bara áfram að keyra á körfuna hann Helgi, hann er algjörlega óhræddur við það. Já. Þetta var svona smá heppni með þessu en óheppin að klára ekki þarna, þannig að bóðsja. Það er mikill hraði í leiknum. Já, það er. Nú ákveður að stilla upp fyrir að skýn sem er í þessu. Og galopið skot. Það er Helgi setur það. Það er lífið í svo leika, 6 stiga munur og bara 4 leikur. Já. Ingimar með þrist, klikkar. Sóknarfrákast hjá Nemanja. Þetta ætlar ekki onni í þessa mínútur. Náði ekki að setja rífur. Og Kenneth keyrir á þetta, virkaði mjög einfalt eitthvað. Lappaði bara upp á körfunni. Þetta var vel gert. Aftur næra sér í stöðu og klára og
og þessi fær villuna auki. En virðist klára þetta þegar þeir brjóta á honum. Já, það er eitthvað bara betra fyrir hann. Hann er Þetta er virkilega vel komið gert. 14 stig. Þannig Já, hann byrja þennan leik ansi sterkt. já, það er óvægt að segja það. Og hann setur vítið. Það þryggjast Kenneth tekur þristinn. Þeir leita ennþá í þryggjastæðarskotin. Nefnbóðsson tekur. Já, þetta er bara Það er skiljanlegt. vel Ef spilað. við finnum ekki eitthvað strax, þá er bara að gera að stoppa aðeins og Það er að hreyfa boltan vel núna vestramenn. Gulli er kominn inn á. Já, vel gert hjá Andrei. Þetta, hann er nokkuð solid af þessum svona mid-range stökkskotum. Já, milli stökkskotum. Já. Þeir ákveða að taka síðasta skotið, þeir eru skynsamir, menn. Já, það er Ruðningur. Gulli. Ja, hver annar Gulli tekur Ruðning. Hann er alveg, sko, hann er með þvílíka útsjónarsemi í þessum í því að taka Ruðningana. Já. Það mátti alveg reyna. Já, mátti reyna. Það voru 0,8 sekúndur eftir. Hvað kanntu ekki á tölvuna, Baldur? Nei, kann ekki á þetta. Kvikna allt í einu á Spotify hérna. Svo tónlist. En já, hérna Nemanja er komið með 15 stig, hann endur örugglega með 60 stig í þessum leik. Já, það má leiða líkur af því. Já. Andri kom með 6 og Hilmir með 3 og Ingimar með 3. Og Sindra er Helgi með 4, Árni með 2, Barrington 8 og Brynjar með 4. Ja, þeir eru alltaf vestramenn eru búin að vera að leita inn í trekk, þannig það er ekki óeðlilegt að Nemanja sé að taka svolítið á skarið núna. Það er bara mjög eðlilegt þegar hlutir eru að ganga vel, þessi leitað í það áfram. Akkurat. Og þetta eru, eins og segi, háprósentu skot svona nálægt körfunni. Sindramenni á boltan. Á meðan að þeir eru kannski svolítið enn sem komið er einmitt í að leita í þryggjastæðarskotin. Svolítið mikið. Þeir eru með 2 af 9 þryggjastæða og Hallmann tekur þryggjastæða. Þetta var svokallaður múrsteinn. En ég meina, ef að menn er að fá opinn þryggjastæða, þá verða þeir náttúrulega að fara að taka það. Það er nokkuð. Vítina klikkar líka, það er. Árni klikkar á fyrra vítinu. Og því síðara líka. Það er alltaf ekki gott ef menn er að klikka á vítunum. Já, fínt flæði hérna núna. Já. Þetta var skrítin sending.
Skrítið sendingar Nefbósa. Já. Svört sending yfir allan hópinn. Það var... Já. Og hérna, þeir halda áfram í Triangle and 2. Já. Já, þetta var vel gert. Bara vel gert. Þetta svolítið hættan þegar að vera að spila þessa vörn, sko, að miðjan opnist svolítið. Menn þurfa að vera virkilega hreyfanlegir og geta haldið mönnum fyrir fram að sig. Já, þetta er 9:14 á skotklukkunni. Hugi tekur innkastið. vel gert. Já. Svæsilegt. Það var vel útfært. Maður vissi alveg hvað í það stendi, sko. Það var að velta fyrir hvort að næða tróða þessu. Já, góð sending, falleg sending hérna. Aðra körfur núna, bara stuttum tíma hjá Hallmari. Já, það er vel gert. Það er virkilega falleg sending hjá honum Ívan. Já. Og hérna kemur þristur frá Nefbósa. Næri ekki en Andri nær frákastinu. Virkilega vel gert. Og þeir fara inn á lóðpóstinn. Já, þetta er skemmtileg gafræðing. Plataði á alla þarna. Það held allir að hann var að fara að gefa hann á Andri. Þetta voru fyrsti stigin hjá Nefbósa. Þetta var vel gert hjá þeim. Hallmar og... Bara ljómandi vel gert. Hallmar og Árni að spila vel saman þarna. Já, þetta er nú villa. Nei, það er skref. Já. Það eru skiptingar. Hugi og Hilmir fara út af og Andri og inn á koma Guðmundur, Ingimar og Nemanja. Það var sterk hreyfing. Það var getið klárað þetta. Þeir eru ekkert að híka við að keyra á körfuna svo sem. Sindramenn. Já. Það er svo stuttur hérna. Hallmar, góða sendingu. Já. Og Ívan setur hennan. Nú þurfa menn að fara að spila betri vörn hérna hjá vestramenn. Myndi maður ætla. Þeir fara inn á. Þetta er mismats, sko. Þetta ætti að vera í allan dag. Já, Gulli með þristinn. Klikkar. Og Sindri nær frákastinu. Það er bara einhver sending. Já, þetta er bara 2 stiga leikur. Já, þetta er fljótt að gerast. Þetta er bara vel gert hjá Sindramönnum. Baldur, þú byrjar að setja tónlist aftur? Já. Við lokum á það. Það hefur sjálfstæðan vilja þessi tölvun. Þetta var bara virkilega vel gert. Það er bara skorað hérna báða bóðu grind núna. Já, nú þurfa menn að fara að spila smá vörn hérna. Þetta gengur ekki. Já, og Ingimar með þristinn og setur hann. Já. Þetta er góðan tíma hérna í skotið. Já, nú er það konur í 2-3 svæði. Já. Nei. Þetta er nú... Jú, þetta er alltaf spurning. Þetta er nú fyrsta villa. Mér sýndist það nú eiginlega svona dett á hann. Hápartinn. Það staðsetti sig bara þarna ofan í honum og... Já. En það má líka... Já, hann var nú ekki alveg kyrr þarna en... Það má líka spyrja sig hvort það hefði verið villa þarna rétt á áður hins vegar. Á hérna...
Gulla. Hann fær leikara til fyrir allana til að byrja með. Já. Þangað til hann kemur. Þetta er alltaf opið. Þetta er alltaf opið skot sem hann er að fá. Já. Og tveir hann. Já. Það var tveir í honum, það hefði getað fundið hann opið mann. Nú geti ég trú að kemi, já, þetta er Karol góð, já, virkilega vel gert. Þetta svín virkar alltaf þetta kerfi einhvern veginn. Já. Bara eitt einfalt skrín og ef hann fer ekki í skrínið þá fá bara lobsendinguna undir köruna. Já, setur vítið. Vítið, já. Já, þeir eru ekkert að hika við að taka þriggjaþjálfun. Það er alltaf spurning hvort þetta sé skynsamlegt. Þannig að þegar þeir hafa látið boltan ganga þá hefur hann vel bara fengið fínt og opið skot. Já, nei. Nei, þetta. Óöfinn hann. Það vantaði að brjóta á honum það að setja þetta í. Já, þetta er erfitt skot. Já, þetta fór hann hann í. En hann setur það samt. Helgi. Það er vel gert hjá honum. Já. Þannig að gerði hann þetta aðeins og erfitt fyrir hann. Svo svona fade away skot. Já. Þetta er málið vera með hendurnar uppi. Hvernig var þetta ekki villa? Já, það er góð spurning. Já, þessi er Ronny. Það er alveg lust. Guðmundur með frist. Fínt skot. Getur verið að vanti körfunan. Nei, jú. Það er komið. Það er 9 stiga munur. Það er 4:15 eftir öðru leikluta. Og þetta er svipað í gær. Það er svona talsvert keisli í þessu og svona hátt stigaskor. Frekar. Það er aðeins fleiri konur á blað hjá Sindra. Núna. Helgi er komið með 6 stig og Árni 4. Barrington 8. Kenneth hefur haft svona frekar hægt sig. Er með 2 stig. Hallmar með 4, Ívan 5 og Brynjar 4. Og það eru 6 konur á blað hjá Vestra. Það er Ingivar með 6, Hilmir með 3, Nebo með 7, Gummi með 3, Andri 8 og Nefman er með 15 stig. Já. Og það er eins og við segjum, þeir eru duglegir að skjóta þriggjastaðarskotunum. Sindramenn með 3 af 13 og 12 af 22 í tveggja. Þannig að það er kannski bara skynsamlega hjá þeim að reyna að dræfa meira á körfuna. Gæti verið skynsamlega. Já. Á meðan að Vestir er með 4 af 9. Þeir eru búin að taka talsvert færri skot en hitta samt fleirum. 44% snýtingu. Það er að halda hún í svæðisvöldinni. Nú er bara að gera að láta boltan ganga. Já. Og þeir halda áfram í þriggja stigaskotunum. Nebós hérna frákast. Falleg hreyfing. Já, þetta var bara hugguleg hreyfing. Hugguleg hreyfing þarna. Það var aldrei. Alveg bara virkilega smúð. Það virka svolítið staðir þarna, já. Þeir halda fram með þriggja stigaskotin.
Ívan með þrist. En þetta var skrítið, já. Það var ásetningsvill á sig, hann Andri. Ég er ekki frá því að þetta hafi verið rétt hjá hann. Já, rétt dæmt. Hann togar í hann svona því að... Það er frústreraður að hafa mist boltan og... Í ergelsinu þá rífur hann í hann aðeins. Allavega mætti alveg túlka þetta eins og hann hefði verið að reyna að stoppa hraðablöf. Hann setur bæði víti fyrir Ívan. Já, hann er búinn að vera góður núna undanfarnar mínútur, hann Ívan. Já, Ingimann kemst inn í sendinguna. Nú er bara spurningum að vera skynsamur og stilla. Já, á gólfinu. Já, þetta er nú... Stilla á gólfinu. Og já, bleikur þarna. Já, Ívan er með 66% þriggjastaðnýtingu og 100% í hérna tveggja, þannig að hann er búinn að vera heitur í þessum leik. Já, svo við verðum að doppeltíma. Þetta er vel, þarna hefði sendingin mátt bara koma strax. Þetta er vel spilað. Já, Guðmundur fær skotið þetta í hornið. Já, með Manja nær. Frákast, gott frákast. Nógu tími. Já, þeir leita alltaf inni, það er vel gert hjá þeim. Já, vel gert. Það er náttúrulega Helgi á ekki nokkra möguleika á móti Andrið þarna undir körfunni, held ég. Nei, það er... Hann má vera ansi öflugur ef hann ætlar að ná að stoppa hann þar. Það er bara ít honum frá körfunni, hann gekk ekki þetta skiptið. Nei. Þeim þykir voðalega vænt hvern annan hérna, Andrei og Manja, knúsast. Þetta er... Það er ennþá svæðisvörnin. Enn er tristurinn. Maður skilur það óskum vel að menn skjóti þessi þegar... Þetta var eitthvað skrítið. Já. Þegar menn fá svona galopi skot, trekk í trekk, þá hljóta menn bara að vera að taka það. Já. Frábær sending. Óheppinn þarna. Já, óheppinn að klára þetta ekki. Þetta var frábær sending hjá Manja. Vel gert. Smá misskilningur. Já, góð sending. Góð vörn hjá Hallmari. Þarna var hann illilega blokkaður, hann Ingimar. Hallmar með fína vörn. Þeir leita bara áfram á Manja sem er bara... Já, þá er bara að svara fyrir skotið á hann. Það er 1 og 1. Já, þetta... Hendur uppi. Þetta var vel gert hjá honum þarna. Já. Það er einhver pirringur í gangi svona, virðist vera. Já, menn þeir vestramenn ná ekkert að slíta sig frá... Sko, þetta er svona kæruleysi hálfpartur. Vestramenn slíta sig ekkert frá Sindramannum, þeir eru alltaf inn í leiknum, 5 stiga mönnur og... Já, við missa boltan. Það var fín hugsun svo sem hana. Bara veist að þetta fór í... Yngvi tekur leikliða. Gegnum klóða.
hann er ekki alveg sáttur á Ingu með framvinduna. Nei, þetta eru nokkrar sóknir hjá Vestra sem eru búin að vera svona kæruleysislegt yfirbragð. Já. Óhætt að segja það. Þeir eru að missa þá alltaf inn í leikinn aftur. Já. Það er kannski komið 10-12 stiga munur og þá ná alltaf að koma tilbaka. Já. Þeir eru hróskilið Sindramenn, þeir eru bara ekkert að, þeir bara koma sér aftur inn í leikinn. Þeir halda alltaf áfram, sækja eru áræðnir og því þeir náttúrulega ekki að bara leggja árar í bát. Ég held að þeir séu mjög hungrar í að ná sinn fyrsta sigur. Já. Tímabilinu. Það getur verið áhvert að sjá ef að skotnýtingin hjá þeim fyrir utan þriggja fyrir að batna. Það getur verið áhvert að sjá hvernig Vestri bregst við því að þeir halda áfram að skjóta, þannig að það kemur að því að þeir komast á rönn. Já, væntanlega. Þeir eru svona aðeins undir í frákastabartunni þó svo Sindramenn þó svo að við erum nú ekki miklu. Já, nú voru við þarna fronta nefnarlega. Lás. En það ekki óskiljanlegt. Já, þetta var vel klárað. Hann bakkar hann bara inn eins og ekkert sé og klárar þetta með auðvöldu sniðskuti. Já. Þeir halda áfram að skjóta þessum skotum, þannig að það lítur út fyrir að það hefur bara verið dagskipunin. Skjóta bara nú síðustu sekundunar í Það var stutt, en 7 stiga munur í hálfleik. 49-42. Það er gaman að sjá hvernig það þróast í seinni hálfleiknum. Við tökum smá pásu.
seinni hálfleikurinn að byrja. Þetta er búið að vera ansi mikill svona talsverður hraði í leiknum. Já. Staðan 49-42. Og hann má alveg búast við svona svipuður hraða í seinni hálfleik held ég. Ná með hvernig það hefur verið að þróast hingað til allavega. Já. Spurning hvort að Sindramenn haldi það út. Já, þeir eru alltaf ekki eins miklum villuvandræðum eins og voru í gær. Það var nánast bara annarkvæm maður með 3 til 4 villur. Já, 3 villur eftir í hálfleik. Já. Eitthvað vitleysa í gangi, það vantar að núlstilla klukkuna. Það setja 10 mínútur á klukkuna. Þarna er það. Já, hér setja... Það er næstu búin að missa boltan hana. Þetta er bara 1 á 1 og það hlýtur að enda bara á 1 veg. Nei, jú, já. Andri endaði fyrir rest þannig. Andri með gott frákast og klárar þetta. Það er triangle and 2. Erlendur leikmennir eru dekkaðir maður á mann og meðan hinir 3 spila svæðisvörn. Það eru voðalega virka ráðveldir yfir þessu. Fylgir vel á eftir hérna Kenneth. Það er vel gert. Já. Já, vel gert. Já, sko, smá boltarhefing. Fínt skot. Galopið. Já. Já, hérna er ómikið tími gefinn, hann hikar. Leður að fyrir að hika í skotin, nú fyrir skotklukkan það til að renna út. Já. Kom mér óvart að... Já. Já, flott sending á brotið á Nemanja, en það bara skynsamlega gert held ég. Setja hann frekar á línuna heldur en að gefa honum auðvelt upp. Jú, hann setur fyrra skotið sitt ofan í. Hann er með eitthvað 75% nýtingu í vetur, Nemanja, í vitunum. Það er ágætt slíkur að setja þetta líka, já. Það er skipting á Sindra. Tómas Orri fyrir út af, inn á kemur Helgi og Árni fyrir út af og Brynjar kemur inn á. Þeir halda áfram í. Já, gott frákast hjá hérna Hilmi. Og hann Barrington brýtur á honum. Mjög, bara furðu lostinu yfir þessu. Skilur þetta ekki. Já, nú er að gera að fá góða sókn hérna. Fínt flæði í þetta. Já. Þetta er bara mjög vel útfærð sókn. Já, flott. Bara virkilega vel gert. Já. Gott skot, nógu tími og... Nógu tími og ekkert stress. Já. Já, gott sóknarfrákast. Já. Það var hann báðir, Nemanja og... Það sló hann báðir út af það, 1 og 3. Þetta var
Það er ekkert grín að fara upp hana undir körfunni með þess að tvo hana. Skulum við sjá hvað þeir gera. Það er bakskrín og skrín fyrir skrínaran. Já. Þetta snýst að útfæra þetta nákvæmlega að menn bíði eftir skrínunum. Það er það sem skiptir máli. Aftur kemur Já, hann grípur í hann. Þetta var ekkert sérlega góð vörn hann. Hann er snöggur hann Helgi. Virðist vera. Bara labba bara nánast fram hjá mönnum. Þetta var vel gert hjá þeim. Bara vel útfært hjá þeim. Snyrtilega gert. Frábær sending. Þetta þarf ekki að vera flókið sko. Bara eitt pick og roll. Þá var þetta klárað. Já, Andri ætlaði ekki að láta hann fara fram hjá sér þetta skiptið. Það er bara fín vörn. Andri með frákastið. Frábær sending! Jöfnveld er þetta vel gert. Já, þetta verður hann bara að taka leikleina. Það sé bara mjög skynsamlegt. Skynsamlegt hjá hann að taka leikleinuna. Þetta var skemmtileg sending hana. Já. Þetta var virkilega falleg sending. Gaman þegar menn eru svona útsjónarsamir. Þetta er líka eitthvað sem held ég að þjálfarar njóti mjög mikið að sjá. Þegar menn skapa svona duglegir að skapa fyrir samherjan. Búa til auðvelda körfur. En já, nú er 14 stiga munur. 14 stiga munur, þannig að þetta er svona tógast alltaf sundur og saman. Nú fyrir að Vestrabenna láta bara kné fylgja kviði. Akkúrat. Já, akkúrat. Þeir vilja ekkert endilega hafa eitthvað lítinn mun þegar það er lítið eftir í fjórða leikluta. Þeir vilja hafa góða forystu. Það er ennþá triangle 2. Já, sérðu þetta? Þetta var frábært. Hann bara náði sér í stöðu og... Já. Það veit ekki. Hann bara klemdi hann á milli rakkinuna og vissi ekki hvað hann átti stóð veðrið, sko. Já, þetta er allt opið. Nei, hann fer hann upp í skotklunguna. Þetta er samt opið, sko. Já. Þeir eru að fá opið skot. Þó svo þessi ekki að hitta þessu þá var það ekki svona... En maður með ekki venja sig á slæma siði. Skilja menn eftir galvafna. Já, Ingi með þryggjastæðilgott. Það er svo stuttur. Þeir setja press á boltan. Já, þeir koma hratt upp og þetta er bara and one. Já. Vel gert. Þetta er bara vel gert hjá Helga. Og fær villuna á Nebósi eða ekki. Yngvi er bara... Fox illur þarna hliðarlínunni. Missað þarna hliðarlínunni. Það er brjálaður. Ég vil ekki sjá svona leti að menn laupi ekki tilbaka. Skiljanlega. Eðlilega, ef þeir ætla að rífa sig frá þá verða þeir að
Já, þá fyrir ekkert að hansa við það. Og kemur hérna létt og laggott skrín og bara einfalt. Já, flott boltarhreyfing. Flott boltarhreyfing. Já, þetta var bara mjög vel gert. Já. Vel gert. Það er innkast. Þetta var þriðja villan á Brynjar. Hann er svo eini sem kom með 3 villur í liðið Sindra. Já. Þetta er fallegt. Þetta er ofboðslega fallegt. virkilega gert. Vel gert. Virkilega vel gert. Skóflar honum til hans. Já, þetta var mjög fallegt. Já, þetta var ekki auðvelt sko, í svona þröngu færi. Þannig að aðeins að fíblan. Já. Helgi hérna hann hefur búinn að senda boltan. Helgi Þetta tók þessu mannarlega. maður hefur nú stundur lent í þessu sjálfur. Já, þetta tekst alltaf að minnsta kosti einu sinni í leik. Einfalt, létt og laggott. Þarna var eitthvað smá misskilningur á milli þeirra Brynjars og Árna. Það kemur fyrir bestu menn. Það er skipting. Inn á kemur Hallmar og Brynjar fyrir út af. Þarna gerði Barrington vel, hann hélt Nebojsa frá því að taka backdoor cuttið. Það er að backdoora megin. Það skapaði svona smá misskilningur á milli þeirra, Andrei og Nebojsa. Hann er heldur betur, já. Hann Bartos, hann snerti boltan hann rétt, mista á honum. Hann er duglegur að keyra á körfuna hann Helgi, það er ekki á honum tengið. Og hann er líka það snöggur, hann virðist alltaf komast fram hjá mönnunum sínum. Já, Ingi með 3 skot. Þetta eftir ekki. Já, þeir gera vel. Og þarna er Helgi galopinn eftir körfunni. Já. Sennilega aðeins svo mikill skrokkur. Sýndist það nú alveg ná boltanum tiltölulega hreinum en fór í... En það var ómikill líkami. Nei, þetta var ekki nógu gott. Virkist að hann sé tiltölulega nýbyrjar í körfubolta? Já, hann er tiltölulega nýbyrjar að spila. Setur setna vítið. Já, við erum að fá smá hreyfingu og hérna kemur Hilmir Hugi og sendir á Andrei og bara þessi stuttu jumperar hjá honum, stuttu milliskot, hann er nokkuð solid af þeim færum. Þetta er náttúrulega leið og þessi skot fara að detta hjá þeim þá held ég að verði, þetta er nú skref reyndar. Þetta er reyndar skref, sýndist mér. Nei, hann fær, það er bara málið að hann hreyfir fætina svo hratt að þið tók ekki eins netti. Svo var hann svona skemmtilega örvæntur líka þannig að þeir eru alveg fíblar alveg fram og tilbaka. Já, hægri vinstri alveg. Nei, bara vinstri. Já, bara vinstri. Það var 2 víti. Klikkar á vítinu. Boltinn lífur aldrei, þetta var... Þeir eru með
þeir eru ekki menn með 33% vítanýtingu í þessum leik. Já. Sindramenn, það er náttúrulega ekki gott heldur. Hann er búinn að reyna að fíbla hann Barrington, það gekk hann ekki. Hann bara góð vörn í orðum. Frábær sending hann hjá Andrei. Þetta er glæsilegt. Það var lagilegt og Hýi klárar þetta eðlilega eins og ekkert leik. Já, hann var lentan í smá vandræðum. Já, Hallmar er bara búinn að skjóta 3 stiga þannig að þetta var svona nýbreytni hjá honum. Já. Nú er mismatch, nú ættu þeir bara að koma boltanum inn og nefn Manja. Já. Það hefur búin að skipta hann. Já. Nei, óöppin handa. Óöppin handa með þetta. Já, Róbin, já. Já, Sindri með 36% vítanýtingu. 4-11. Það var Helgi Bergsteins að koma inn á í fyrsta skipti í dag. Já. Skipti við Ingimar. Og meðan að Vestri er með 7 af 7 vítunum. Það munar þessi víti, sko. Það gerir það gjarnan. Þetta fallegur snúningur. Já, þetta var bara virkilega vel gert. Vel gert. Falleg hreyfing. En þú sér það að þeir eru að hafa svolítið mikið fyrir hverri körfu fyrir sig. Þeir eru komnir hérna undir körfuna. Það er að segja. Já, Neiborsi tekur hérna. Já. Helgi er steinhissa á þessu. Já, ég held að hann hafi ekki búist við þessu, sko. Það er skipting. Inn á kemur Árni og Bartos fyrir út af. Það er að fá smá, þeir eru staðir svona, eins og allavega. Það er lítið að gera, 3 sekúndur eftir, þeir áttu sig ekki á því. Já. Þeir áttu sig ekki á því að skotklukkan var að renna út. Það var svona frekar róleg svo, óvenju róleg. Ég held að það ekki komið fyrir í þessum leik að það hefði ekki verið skotið innan við 5 sekúndur á skotklukkunni. Já. Já. Það er nógu tími, ekkert stress. Já, þetta er bara falleg hreyfing að huga. Ný klukka. Já, flott sending á Gulla og beint. Andri klárar þetta. Flott sending. Nú var allt í einu góðan 18 stiga munur. Já. Og það er 3 stiga skot. Sindri á boltan. Þetta er ekki auðvelt skot. Á öðrum fæti. Stekkur upp á öðrum fæti og feitar. Já. Þetta var erfitt skot þarna hjá. Já, Karva góð. Hann slæðir þarna í spjaldið. Helgi fær þessa körfu góða þó svo klikk. Það var nú smá heppni þarna hjá honum. Nú bara skotið hjá honum leit ekkert alltaf vel út en heppin að Kenneth sló þarna tildulega harkalega í spjaldið. Nú er
þetta svona eiginlega held ég akkurat staðan sem að Yngvi held ég hafi viljað að væri Já, á töflunni fyrir síðasta leiklutan. Gæti alveg trú að hann færi rótira mönnum aðeins meira. Á meðan að Mike, þjálfari Sindra, þarf svona að finna einhverja lausnir á þessari svæðisvörn og fá kannski til þess að hreyfa boltan aðeins meira. Já, það er náttúrulega mikið á þriggjastigaskotum sem eru búin að fara forgurðan hjá þeim. Já, en málið er það að þetta eru oft bara ansi opin skot. Já. Þannig að það getur verið rosalega erfitt að halda aftur á sér að skjóta þeim ekki. Ekki nema það hefur verið leikskipulagi á Yngva að bara leyfa þeim að skjóta. Já, það getur verið. Þangað til að þeir myndu sína að geta hitt þessu stöðugt. Já. Eins og segi, þeir svona fyrir þessa leiki sko, þá voru þeir með 18% nýtingu í þriggja, sem er náttúrulega ekki mjög mikið. Fyrir þessa leiki? Já, fyrir þessa leiki. Þannig að það getur vel verið að Yngvi hafi bara ákveðið, já, við skulum bara frekar leyfa þeim að skjóta hana fyrir utan, heldur svona leyfa þeim inn. Og þeir eru náttúrulega svolítið að rembast við að keyra inn í teig og það er náttúrulega, getur verið flókið. Sérstaklega með Nefmanni og Andrei inn í teig. Vestramenn eiga frákosta baráttuna, þannig að það er kannski eftir leið að leyfa þeim að taka þessi langskot og hirða bara frákostinn. Já, Vestra með 9 sóknarfrákost, 26 varnarfrákost á móti 13 sóknarfrákostum og 17. Það er nokkið gríðarlegu munur svo Nei, það eru ekki mikið milli. Það er ekki nema 5 frákost þarna í milli. Þeir eru búin að ná í talsvert af sóknarfrákostum. Já, 13 sóknarfrákost. Sindri. Þeir hafi frekar svona hægt sig meðan við í gær. Þeir Barrington og Kenneth. Það er ennþá þríhyrningur og 2. Já, Helgi er á Kenneth. Já, þetta er af. Já, Vestra á þennan bolta. Já, nú er bara spurningum að fá smá flæði í sóknuna. Komum hann undir, já, 1 og 1. Já, þetta er honni. Já. Þetta var létt og lag gott. Þarna fekk að smá rými til að vinna með. Það var enginn að koma á doppeltíma. Það kemur gjarnan eftir að það er búið að taka smá skipulega sókn. Það var óvenjulegt að sjá Sindramannin ekki skjóta. Já, Gulli fær vill á sig og bara skilur ekkert í þessu. Þetta með hendurnar upp allan tíman sýndist mér. Meira og minna. Nei, það var sko, ef menn alltaf setja í spjaldi, sko, þá verða það náttúrulega láta það vita, segja það, kalla það. Þetta voru bara 2 þéttir múrsteinar. Já, sjáðu. Frábært. 4 sendingar. Þetta köllum við bara vel útfært hraðaplögg. Ekkert að tripla, senda. Þetta er... Já, Gulli fær... Gulli tekur yfir að sjálfsögðu, sko. Maður var búinn að sjá þetta bara fyrir 3 mínútum. Þetta, já. Þetta verður einkennismerki Gulla og hans ferils, það er þessi líkarsmann. Já, hann er alveg hreint frábær í staðsendingunum. Já, vantar smá hreyfingu. Kemur boltinn hérna. Já.
Já, sterkur. Já, vel gert. Vel gert hjá Helga þarna. Hann er bara eins og veteran hann undir körfunni. Fín hreyfing hjá honum. Já, þetta er of þröngt. Þetta var aðeins of þröngt. Það ætlaði að setja hérna eitt blindandi. Nei, já, þetta lítur auðvitað. Hann var nú búinn að missa boltan og einhvern veginn og... Hann var komin í svona smá vandræði með þetta. Eitthvað fembúl. Fann leið til þess að losa sig þokkalega við boltan. Já. Já, þetta er onni. Nei, fínt skot, gott frákast. Og Það verður að segja að Helgi var þarna í þessu. Þetta er bara vel gert. Gott frákast, náðu sér í fína stöðu. Þeir eru ekki alveg að ná að ýta honum út úr tegnum í frákastunum. Víti var víti. Komið 22 stig. Og setur seinna líka. Það er fín nýting loksins í vítunum hjá Vestræta. Það heldur sér 9-9. Þannig þá. Frábær sending! Hann hamraði þessu. Ég get svarað. Ég held að hann myndi ekki ná þessu. Hann einhvern veginn bara að teygja sig hérna. Þetta var bara frábært. Massíft. Þetta var massíft. Já, gott blokk hérna hjá Nehemania líka. Já. Þetta var líka frábær sending. Já. Misti hann út af. Það var líka frábær sending þarna á hann maður. Já. Þessi gólsending. Virkilega vel gert. Og það eru skiptingar. Þetta er svona það sem maður bjóst. Nú voru komin alltaf 30 stiga munur. Já. 84, 54. Þá koma meiri rótringar á bekknum. Það er gott að ungu strákarnir fá sér Já, að gera sko. Að gera. Þessi strákur er tiltölulega ungur held ég. Já. Það kom að því. Það kom að því. Hallmar Hann smellti hættir einu. ekki að skjóta. Nei, það er bara... En það þýðir ekkert að hætta að skjóta. Þú heitir ekki nefn að skjótir. Frábær sending. Góð vörn. Það var virkilega flott sending hjá honum Huga þarna. Gott kött hjá Rúnari. Það var bara vel blokkarar líka. Það var bara flott scenario. Heilt yfir. Já. Þetta er fínt skot. Venjulega myndi að setja þetta onni. Og Helgi brýtur á sér. Fyrsta villan hans Helga. Þegar nú er bara maður og mann. Já, þetta. Það var nú ekki langt frá því að setja þetta. Nei. Hallmar. Nei, þetta er... Það þýðir ekki að hengja haus sem hann er að hlaupa tilbaka. Það er alveg lágmark. Þetta var hann skref. Það er bara runnið á næði hann Hallmar. Hann bara fer til að slúta hverja sóknuna fætur annari. Já. Nei, nú vil hann ekki... Það er að blæður honum eitthvað. Já, það setur fyrir að viti. Það er skipting í vændum hjá Sindra. Það er Tómas og Brynjar sem fara út af.
Helgi og Kenneth kom inn á. Já, þetta er... Já. Já, sjáðu Gulla, já. Já, þetta er alltaf spurning, hann svona stekkur ofan á hann hálfpartinn. Hvort að þetta sé, það getur verið svolítið erfitt að dæma þetta, stundum, held ég. Það er vestri af boltan. Já. Það var svona mikið ís út af ekki neinu. Nei. Þetta er eins og ég getur stundum verið flókið að dæma þetta. Boltinn, hendur, er báðir konum með hendunar á boltan en svo er svona vafningur með... Já! Ég veist ekki. Svolítið sérstök karfa, svolítið skrítið þessi. Já, þetta var stórfurðulegt allt saman. Og reyningur. Þetta er alveg. Þetta er þriðji reyningur. Hann var á smá reyningu sko. Já, eða inn í ringnum jafnvel. Já. Þetta samt. Þetta er þriðji reyningur sem hann tekur í þessu leik. Það er hrikalega duglegur að fórna skroknum í þetta allt saman. Það er reyning alltaf. Já. Gaman að sjá, hann virkar svo tignarlegur með boltan alltaf hann hérna Hugi. Já. Langur og stór. Já, þetta er bara vel útfært. Já, þetta er sennilega vill á Gulla, hann var á ómikillar hreyfingu þarna. Það var 2 skot. Og það er staðan er hvað, 88-59. 29 stað munur. Þetta var þriðja villan á Gulla. Það er engin villuvandræði í rauninni á hvorugu liðinu. Og hann setur setna. Það er skipting, Helgi kemur út af fyrir Gumma. Og Kenneth fyrir út af fyrir Bartos. Hann er augljóslega búinn að henda handklæðinu inn á. Barrington er ekki búinn að spila núna bara í síðustu, bara í 4. leikluta eða hvað? Kannski aðeins í byrjun. Já, fín boltarheying. Þetta er á snúið. Það keyrir ekki inn í 3 menn. Hann driplaði sig þetta bara inn í vandræði. Já, hann driplaði sig inn í vandræði. Það er skipting. Tómas kemur inn á. Ég held að hann sé fæddur 2003. Þetta sé 15 ára gamallega. Já, lent hann í smá vandræðum þegar hann vissi ekki alveg. Já, vel klárað hjá Huga hérna. Virkilega. Já, fín vörð hérna. Já, hendur uppi. Hann fór með skrokkin í hann. Já. Var það Egill kannski? Nú 22. Fekk hann villuna? Nei, Gulli fekk 4 villuna sína. Já, hann ætlaði að setja Barrington inn á. 4 mínútur eftir. Það er ekkert óleiklegt að þetta þróist núna næstu 400 mínútur eins og í gær.
Það er að segja, það verða allir mjög ólmur í að reyna að skora. Já. Og það verða stuttar sóknir. Lítið flæði. Lítið flæði og það verða meira svona hver reyna að koma sínu sér á framfæri. Nema, mér finnst þetta nú bara flott hjá þeim. Þeir eru hjá Vestramönnum, þeir eru að láta boltan ganga eins og smá vinsla. Smá þolinmæði. En þetta er svona það sem ég býst við með þetta að sjá. Já, þetta var huggulegt. Frá Sindramönnum, já. Það verður bara keyrt á og tekið fyrsta skotið. Já, já. Já, þetta var huggulegt. Feita vei ekki auðvelt skot, sko. Það ringt og náðu örugglega tölfræðinni sinni upp. Já. Já, Helgi Egill þetta með fínt dræf. Það er sterkur upp. Það er 2 skot. Klikkar á fyrra skotinu. Komur á blað. Það var bara Rúnar sem þarf að komast á blað. Það voru allir... Hann hefur 3 mínútur til þess. Já. Við erum að pressa bara, hann barstast meira. Hann var nú mjög óöruggur á hann. Já, þetta var alveg vitað. Þetta var önnu villan á hann Huga. Setur það. Þetta tiltölulega öruggur á vítarinnu. Hann er með cirka 73% vítanýtingu. Já, Rúnar setur Já. Það var allir konar á blað. Þetta var fallegt. Hann ætlaði sér að keyra. Já. Þetta er svona eitthvað, ég bjóst alveg eins við þessu einmitt. Hann myndi svona reyna að rífa tölfræðina sín upp. Keyra á körfuna. Setur bæði vítin. Já. Vantar hreyfingu. Já. Rúnar fer bara við annað þrist. Þessi er fastur og við vestir á boltan. Vestir á boltan. Já, vestur á boltan. Nú man ég ekki á skotklukkan að endurnýjast. Ég er ekkert svo viss það nefnilega. En þeir hafa allavega sett hann í 14, þannig að það lítur eiginlega að vera. Frábær sending! Já! Frábær sending á Gumma. Alveg reynd. Ég spáði hér skjóti. Já, ég spáði að fara á körfuna. Já, reyna. Já. Já, setjum gott skrín hérna, já. Guðmundur fer upp í þrist. Klikkar á honum. Þetta er fjórði reyningur sem hann tekur í leiknum. Fjórði reyningur.
En það sást langa leiðir hvað það ætlaði að gera. Já, það var alveg ljóst. Deginum ljósara. Það er 4. villan hans Brynjars. Samt, þetta er flott hjá hérna vestramönnum. Þeir eru að láta boltan ganga, finna opnamanninn og svo bara hérna, sérðu, þetta er bara ljómandi fínt. Já, gott frákast. Já, frákast. Guðmundur fer hérna inn. Já. Og tæknivíti. Já. Guðmundur fekk hérna broti á Guðmundi og hann Helgi var frekar ósáttur við það og fekk tæknivillu. Nú það er skipting. Nei, þetta var 5. villan hans Helga. Hann er þess að tekið 2 villur þá. Í þessari svo. Þannig það er væntanlega bara 3 skot fyrir hann Guðmund. Já, það er brotið á Helga. Brotið á Helga á það, já. Hann var að taka tæknivítið hann. Já. Já, Helgi setur fyrra vítið. Og seinna, já. Hann keyrir á köruna. Hann missir boltan. Hann Barrington. Þetta var bara fín vörn. Ég held að Helgi þjáist á Barrington-einkenninu. Já. Hann veður bara köruna. Já. Hann er ekkert, leiðist það ekkert. Já. Nei, þannig að hefur Gull ekki tekið. Já. Þetta var fallega gert. Létt og laggott. Já. Það er alla leið. Þarna var óöfinn að klára þetta ekki. Gulli tók að einhverja byltu. Hvað? Hún tók á kottni sem það? Nei, já, svona. Já. Það var bömpaður svolítið svona. Þetta er svona við það að renna út. Og við erum ekkert að grínast. Þetta er 50 ruðningur sem það tekur í þessum leik. Þetta er svona jafn margir ruðningur og flesti taka bara á tímabili. Já. Eða jafnvel yfir æviskeiðið. Já. Þar með það búið. Helgi sýnir boltalistir. Nokkuð öruggur sigur vestramanna 96-74. Stigaðistum vel. Stíginn skiptist þannig að hérna hjá vestra er Ingimar með 9, Hilmir með 3, Helgi með 8, Gulli með 4, Egill með 1, Haukur stigalaus, Nebo með 13, Rúnar 3, Hugi 6, Gummi 3, Andri 23 og Nemanja 23. Já, Sindra er Helgi með 9, Árni með 13, Barrington 18, Kenneth 6, Hallmar 7, Ívan 12, Bartos 1 og Brynjar 8. Þetta eru svona svipaðar lokatölur og í gær, cirka 22 minútur. En við bara þökkum fyrir. Takk fyrir okkur. Hafa það gott.